Lollipop Chainsaw hjakk og höggleikur sem á líkja við sýrutrippi þar sem Buffy the Vampire Slayer berst við uppvakninga. Kvikmyndagerðamaðurinn James Gunn kom að gerð leiksins en hann skrifaði endurgerðina af Dawn of the Dead og skrifaði og leikstýrði myndinar Slither og Super. Leikurinn kom út síðastliðið sumar við blendnar móttökur en hann með 67 af 100 stigum að meðaltali á metacritic.com. Miðað við þær tölur og dóma leikurinn þess virði að eiga. Nörd norðursins reið á vaðið með keðjusöguna af vopni og kannaði málið. Leikurinn snýst Juliet sem 18 ára klappstýra ásamt því að vera uppvakningabanni. Á leiðinni að hitta kærasta sinn, Nick, mætir hún uppvakningur sem hafa yfirtekið skólan og nærliggjandi svæði. Það vill svo til að hún með keðjusöguna tilbúna í leikfimitöskunni og fer að leita á honum. Hún mætur of seint og hefur hann verið bitinn, en hún bjargar lífi hans með því að aðskilja höfuð hans frá líkamannum. Ekki spyrja mig hvernig það virkar en það klárlega ekki hægt að taka hana leik alvarlega. Í sameiningu fara þau gegnum nágrennið til þess að drepa ofur uppvakninga, finna þann sem á bak við þessu óreiðu og stöðva hann. Spilunin ekki ósvipuð öðrum hjakk og höggleikjum. Spilarinn ræðst á óvinni hátt og lágt með keðjusöginni, vankar þá með klappstýrudúskunum sínum og forðast þá með því að hoppa yfir þá. Maður fær stjörnur fyrir hvert dráp og þegar sá mælir fullur verður keðjusögin öflugri í smá tíma. Öll brauð og uppfærslur þarf að kaupa með gullpeningum í búðum sem eru víða í leiknum. Gullpeninga fær maður fyrir að drepa óvinni, bjarga skólafélögum og eyðileggja vissa hluti í umhverfinu. Silfurpeninga fær maður fyrir að drepa 3 eða fleiri óvini í einu og með þeim hægt að kaupa búninga, tónlist og listamyndir úr leiknum. Kærastinn Nick ekki alveg ónótæfur. Á vissum stöðum þarf maður til dæmis að festa höfuð hans á hauslausan uppvakning til þess að komast áfram í borðinu. Þá byrjar stuttur leikur þar sem maður ýtir á rétta takka þegar þeir birtast á skjánum. Eftir hvert borð fær maður uppfærslur fyrir keðjusögina í formi afmælisgjafa frá vinum og vandamönnum. Grafík leiksins sæmileg. Vissulega lítur leikurinn vel út en þar sem leikurinn allt annað en alvarlegur þá endurspeglast það í útliti leiksins. Umhverfi leiksins oft frekar einfalt í útliti en það passar við þetta teiknimyndasögu þema sem leikurinn státar af. Aftur á móti fer mikið fyrir hljóðinu, sérstaklega tónlistinni og talsetningunni. Tónlistin stór hluti á leiknum enda eru endakallanir allir tengdir ákveðinni tónlistarstefnu og mikið vísað og gert grín að poptónlist. Talsetningin góð þótt söguþráðurinn algjör steypa frá upphafi til enda. Það eru nokkrir misþekktir leikarar sem tala inn á leikinn og flestir hafa unnið áður með James Gunn. Michael Rosenbaum talar fyrir Nick en hann lék Lex Luthor í Smallville sjónvarpsþáttunum. Michael Rooker talar fyrir víkinginn Vikke sem einn af endaköllunum og nú hægt að sjá hann í sjónvarpsþáttunum The Walking Dead. Shawnee Smith talar fyrir hippan Marisku sem einnig endakall en hún lék í nokkrum af sofmyndunum. Endurspilunargildið ekki hátt, en ef spilarinn með fullkomnunar áráttu, þá hægt að finna og safna sleikjópinnum og reyna að aflæsa búninga, listamyndir og verðlaunagripi í trófíkerfinu. Einnig hægt að keppa við fólk á heimsvísu með því að spila borðinu upp á nýtt, þar sem maður ýmist að reyna að ná besta tímanum, hæsta stigafjöldunum eða flesta gull- og silfurpeningana. Það eru einnig mismunandi erfiðleikastig og ef maður spilar á erfiðu eða mjög erfiðu stigi
það þarf maður virkilega að nota brögðin, en þau fyrnast ekki svo maður getur spila borðin aftur og aftur. Ég vil benda á að Norðurlanda útgáfana inniheldur 5 búninga, þar á meðal Ash úr Evil Dead kvikmyndaþrennunni, og hægt að aflæsa þetta í gegnum breskan aðgang. Hey, baby. Daddy! Mr. Starling? Lollipop Chainsaw getur verið góð skemmtun, sérstaklega ef þú ert hryllismynda aðdáandi og hefur sérstakt dálæti á uppvakningum. Ofbeldið er gróft og ýkt, saman má segja húmorinn. Leikurinn er kannski ekki fyrir alla og þar sem hann er frekar stuttur mæli ég með honum aðeins ef hægt að nálgast hann á ódýru verði. Ég gef leiknum 7 af 10 mögulegum í lokaengu. Ef þú vilt lesa restina af gagnrýninni þá getur þú nálgast hann á heimasíðu Nörd Norðursins sem er nerdnorðursins.is.